Ætlið þið bara að standa hér, ætlið að vera með eitthvað svona, ætlið þið bara að standa hér. Já, þetta geta að vera með. Koma upp í. Já. Heyrðu, kæru vinir, velkomin öll. Nú að tala geðdeildin með fræðsludag og það að tala óeigingjarnt sjálfboðastarf er mikilvægt. Grófin, geðrækt, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Ég heiti Helgi Már. Með mér eru góðir brófafélagar, Friðrik, Sigurður, María og Hörður. Og við ætlum að vera með smá kynningu fyrir ykkur í dag grófina. Grófin geðrækt. Og hérna eru nokkar bara praktískar upplýsingar okkur. Við erum staður sem að kostar ekkert að koma inn og það er ekki biðlistar heldur. Engin tímamörk og það þarf ekki tilvísanir. Við erum staðsett í Hafnarstræti 97, á 7. hæð, þar sem áður voru læknastofur, ef þið muni eftir þeim. Og hjá okkur opið 10 til 4 virka daga nema 10 til 15 á föstudögum og það má búast við breyttum opnunartímum í sumar. 2 símanúmer, við vorum að uppfæra netfangið okkar en gamla ætti nú ennþá að virka. Við erum með Facebook síðu, við erum með Instagram og ágætis heimasíðu sem er gott að skoða. Hún er í uppfærslu þessa dagana, við verðum það í sumar, en það er ágætt að fara inn á hana í tölvu til þess að sjá lýsingu af dagskrárliðum og alls konar fleira. Ég ætla nú kannski ekki að vera óbúslega lengi með hvert og eitt atriði, en svona aðalatriðin eru, hvað er grófin geðrækt? Við erum félagasamtök, stofnuð 10. október 2013. Einn af upphafsmönnum er einmitt með okkur í dag, hann Friðrik. Við erum notendastýrð, við erum lýðræðisleg og við sjáum okkur sem bata samfélag. Við erum vettvangur fyrir öll þau sem að vilja efla sig og sinna geðheilsunni og sínu bataferli. Við erum fyrst og fremst byggð á hópastarfi, en einnig er veittur einstaklingsmiðlaður faglegur stuðningur og jafningjastuðningur. Og kannski fyrst og fremst jafningjastuðningur því hjá okkur starfar í rauninni bara einn fagleg yfirþjálfinn Pálína. En hún er framkvæmdastjórinn okkar og ekki alltaf til taks. En við erum í stöðugri þróun og starfið hefur tekið miklum breytingum frá því að það fór á stað 2013. Gildin okkar eru þessi 3 ágætis slagorð: von, bati og samfélag. Nú, það er alls konar misskilningar oft hvað grófin er, þannig að það er ágætt að taka fram hvað hún er ekki. Og hún er ekki formlegt meðferðarúrræði. Við erum einmitt félagasamtök og samfélag. Við erum alls ekki bara fyrir fólk með greinda geðraskanir. Fólk getur alveg leitað til okkar bara á erfiðum tímapunktum í sínu lífi eða ef að fólk bara hefur áhuga á geðrækt og að efla sig. Og við erum ekki bara fyrir fólk á örorku. Fólk bara á alls stöðum í lífinu getur komið til okkar. Fólk er stundum í endurhæfingu eða á endurhæfingarlífeyri eða bara á milli starfa, jafnvel fólk í námi. Það bara hefur ekkert með að gera hvort maður er örorku eða ekki, hvort maður getur nýtt sér grófina. Og við erum engin endastöð. Þannig oft sem að fólk kemur til okkar í einhvern tíma og nær svo árangri og kemst kannski í vinnu eða nám og sést svo kannski ekki aftur einhvern tíma. Það er bara jákvætt, það þýðir að það sé einhver árangur af því að leita til okkar. Og mikilvægasti punkturinn finnst mér vera það að við erum ekki bara fyrir einhverja aðra en okkur hérna í þessum sal, sko. Í rauninni á grófin að vera staður þar sem að við öll getum leitað til ef við veikjumst, því að enginn í þessum sal er yfir það hafinn að geta veikst af geði. Og mér finnst að við ættum ekki vera að benda öðrum á grófin ef við getum sjálf ekki hugsað okkur að fara þangað
að leita að nýta gróina og það er allavega mín skoðun. Já, okkar markmið og gildi. Við viljum veita fólki tækifæri á hlutverkum til sjálfseflingar, aukinnar virkni og bættra lífsgæða. Við viljum jafnframt draga úr fordómum og vinna að forvörnum. Við viljum miðla þekkingu sem við höfum mikið af í grófinni og reynslu af geðrækt og bataferlinu. Efla samvinnu milli allra þeirra sem vinna að geðheilbrigðismálum og gróin, hún sprettur sem sagt upp af þörf fyrir valdeflandi úrræði sem byggir á jafningjastuðningi. Nú, hugmyndafræðin okkar sem að starfið svolítið vinnur út frá, það er aðalega þetta trend, það er jafningin nálgun okkar, það er valdeflingin og batamódelið sem að sem kannski kannist eitthvað við, en ég ætla svo sem ekki að fara mikið í sauman á því, nema aðeins jafningin nálgunina og hún snýr svo mikið að þessu gagnkvæmu virðingu og að reynsla fólks sé metin til jafns. Nú, það er góðar ástæður fyrir að vinna út frá jafningjastuðningi og það eru örugglega einhverjar mjög áreiðanlegar heimildir fyrir öllu þessu en hún Pálína, framkvæmdastjórinn okkar, sá að gera glærurnar og ég treysti því bara alveg að þetta sé byggt á mjög góðum heimildum sem hún var nú örugglega einhvern staðar búin að skrá niður. En jafningja- og stuðningshópar eru sem sagt að koma betur út í rannsóknum en fagþjónusta þegar litið er á bataferlið í heild. Og í sumum tilfellum getur jafningjastuðningur jafngilt fagmönnum. Og jafningjastuðningur hefur þann kost að maður upplýsi ekki einan og starf sem byggt er á jafningjagrundvelli hefur miklu betri aðlögunarhæfni. Hún getur tekið mark af því hvað þátttakandahópurinn er að leitast eftir. Já, við byggjum á því að vera styðjandi batasamfélag og í því felst kannski fyrst og fremst sjálfsvinna í hópum, samtal við jafningja, æfing ýmissa hlutverka og námskeið og fræðsla, þó við gerum ýmislegt annað líka. Hjá okkur er mjög fín vikudagskrá sem er mótuð af þáttttakendum og gerum það á svoköllum dagskrárgerðardögum. Og hópastarfið er mjög fjölbreytt og skemmtilegt og alltaf gaman að sjá líka breytingarna sem verða þegar við höldum þessa dagskrárgerðardaga. Við höfum líka alls konar verkefni bak við tjöldin eins og geðfræðsluna þar sem við förum inn í 9. bekki í grunnskólum Akureyrar og kynnum þeim fyrir geðrækt og hugtökum eins og skaðráð og bjargráð og tölum bata og veikindi og segjum persónulega reynslusögu af andlegum veikindum og því að komast í bata. Og svo hefur við þetta verkefni líka okkar vegum lausa skrúfan sem að Jón einhverju hafi nú heyrt áður og ég ætla svo ekki að segja mikið Og svo önnur verkefni innan gróinnar eru til dæmis stjórnarþátttaka en ýmislegt fleira. Og svo samstarf við aðrar stofnanir eins og göngudeild geðdeildar. Við fáum nú góða gesti frá geðdeildinni og alltaf á fimmtudagsmorgnum og það var alltaf fjör í gróinni, líf og fjör. Eru svona praktískt dæmi hvernig einstaklingur gæti nýtt sér gróina í sínum bataferli og tvær mismunandi áherslur í þessum dæmum. Annars vegar hægra megin að komast aftur inn á vinnumarkaðinn, en ég vil kannski frekar fara yfir það að hvernig maður getur bætt geðheilsuna, til dæmis með að auka virknina og sjálfstraustið. Og þá höfum við oft þennan upphafspunkt nýliða samtal, þar sem að einhver innan gróarinnar tekur á móti nýliða og kynnir þeim fyrir starfinu, sýnir þeim dagskrána og reynir svona í samhengu með þeim að finna út hvað geti hentað þeim og hvernig getur nýtt sér gróuna. Nú, það er ekki nauðsynlegt að bóka svona viðtal. Fólk, það má alveg labba bara inn
En það mjög gott ef maður vill hitta á einhvern, að vera búin að hringja undan sér eða senda tölvupóst. Þá getum við tekið frá tíma. Oft byrjar fólk í einhverjum svona virknihópum sem eru mjög þægilegir og það til dæmis kínaskákin okkar á fimmtudögum er mjög vinsæl afþreying en handverk og fleira er hérna í boði. Nú, mjög góð leið til þess að efla sig er að taka virkan þátt í geðræktarhópunum okkar og jafningjespjallshópunum fyrir að segja hópastarfið hérna á næstu klæru. Nú, samtöl eru líka mjög góð og ekkert endilega við einhver starfsmann en því að jafningjasamtöl getur nú alveg myndast náttúrulega bara við aðra þátttakendur. Virk þáttaka í viðburðum eða á dagskrárgerða dögum og að prófa sig áfram með að leiða fundi getur verið mjög valdeflandi og gott fyrir hérna einstakling sem vill auka sjálfstraust. Hér er þessi fín dagskrá sem var ákveðin á dagskrárgerðardögum í mars. Síðan þá hefur reyndar einn dagskrárliður dottið út af dagskránni. Á þriðjudagskvöldum erum við ekki lengur með spilakvöld sem part af dagskránni. Ég ætla að reyna svona mjög snögglega að renna yfir það sem er hérna á þessa glæru svo þið hafið svona hugmyndum hvers konar hópastarfir hjá okkur. Mikið hópur þarna á mánudagsmorgunum er svona vettvangur til að tala vanlíðan og vandamál, fá að pústa svolítið tilvíksum. Sjálfsræktin klukkan 1 er einn af svona okkar kjarnahópum þar sem við erum að vinna í okkur sjálfum með áherslur á góða siði og þakklæti og undanfarið höfum við verið líka svolítið að fara í svona, kannski ekki heimspeki með svona sjálfsrýni að velta fyrir okkur hlutum sem snúa eigin gildum og slíku. Og svo höfum við hérna klukkan 2 hóp sem leiddur af sjálfboðaliða sem heitir Arnar Már, leikandi skrif og tjáning. Við höfum svo enskumælandi svona jafningjaspjallshóp þarna utan opnunartíma, þá bara aðeins framlengdur opnunartíminn þann daginn. Bíóklúbbur og viðburðir unghuga sem unga fólkið í Gróinni, það er hérna óreglulegir hópar, þeir eru ekki vikulega og við nýtum Facebook til þess að auglýsa þegar þessi viðburðir haldnir. Við höfum Gróarfélag Facebook-grúppu sem að fólk getur fengið aðganga þegar það farið að pröfa sig áfram í Gróinni. Á þriðjudagsmorgnum höfum við svo hóp fyrir innflytjendur sem er nú fara hægt af stað en vonandi tekur hann við sér ef ekki sumar þá eftir sumari. Einu kynjaskiptahóparna okkar eru Gyðurnar skúrin. Það eru svona svona hvað maður segja, þetta snýstu kannski félagsfærnina að æfa sig í því. Við tölum hversdagsleg mál í skúrnum og ég ætla að fá Maríu aðeins að segja ykkur frá gyðjunum á eftir. Nú, geðræktin er annar af svona sjálfsvinnu hópum okkar og ég ætla einnig að fá Maríu til að segja okkur aðeins frá þeim hóp núna rétt á eftir. Við fáum svo jógakennara á þriðjudögum til þess að vera með jóganýtara fyrir okkur og við farum okkur á miðvikudaginn, það er annað dæmi svona hóp sem er ekki á vegum neins starfsfólks. Það fór þannig að stað þessi post-COVID hópur að hópur utanaðkomandi fékk að nota aðstöðu Gróarinnar til þess að hittast einu sinni í mánuði og eru núna að gera það sem partur af dagskránni og einnig búin að bæta við sig ME sjúklingum og þetta er núna opið bara öllum Gróarfélögum og mjög fínn hópur passa verið inn í okkar starf. Og fyrir þá sem ekki til þessum hóp þá er þetta Kiki kaffispjall sem er bara nákvæmlega það sem nafnið gefur til kynna. Og við erum alltaf með einhverja hreyfingu og dagskrá, gott að nota gönguna bara á sumrin, en við höfum áður verið í líkamsrækt undir leiðsögn sjúkraþjálfara í Eflingu. Annar umhyggjuhópur til að pústa ennþá meira og svo ungkúafundurinn fyrir yngra fólkið. Því miður er þessi aldurshópur 18 til 30 ára ekki sérlega virkur innan Gróarinnar
svona dagsdaglega, en þessi hópur þá frekar, þau sækja frekar þennan hóp sérstaklega. Kort fyrir alla eins og post-COVID-hópurinn eitthvað sem kom bara til okkar því að þessi hópnum vantaði aðstöðu og nokkrir gróffélagar hafa duglegir að nýta sér þennan hóp. Svo það fimmtudagurinn, virknihornið og spilin, það aðalega kínaskákin. Þá fáum við til okkar deildina og í bland við gróffélag þá bara skemmtileg stemming og afþreying. Og svo kjarnafundin okkar á fimmtudögum klukkan 1 húsfundin okkar vikulega þar sem við tökum ákvarðanir í sameiningu starfið og bara ýmis mál og allir hafa jafnan atkvæðarétt á þessum fundum. Þetta allt mjög lýðræðislegt, það skiptir ekki máli hvort þú ert á launum eða bara þátttakandi. Svo á föstudögum höfum við jafningjaspjall þar sem að fólk, þáttakendur stýra svolítið hvað umræðefnið gefa þeim tækifæri og ræða það sem þeim liggur á hjarta og endum vikuna með því að setja okkur lítið markmið fyrir helgina í hópnum Litli sigrar. Ég held að þetta sé nú kannski komin gott hjá mér á þessari glæru. En þetta, þessi dagskrá var ákveðin samráði við þáttakendur bara á dagskrárgerðardögum. Nú, fyrir utan hópastarf, þá hægt að gera eitthvað, því að við erum ekki með stanslaust hópastarf allan daginn og við höfum til dæmis 2 virkniherbergi og þar annað með áherslu á að hafa rólegt og það mikið púslað, það heilmikið og hitt herbergið kannski frekari áherslu á föndur, til dæmis prjóna. Við höfum hvíldarherbergi fyrir þá sem vilja aðeins fá hvíld frá áreitinu þegar það margir til dæmis eða bara menn eru þreyttir. Og við höfum smá tónlistaraðstöðu gítar og hljómborð og svona hljóðulátt trommusett og tölvu þar sem hægt að búa til tónlisti. Og svo yfirleitt alltaf einhver í setustofunni eða í kaffestofun okkar. Nú ætla ég að bjóða einum grófafélaga að segja aðeins nokkur orð. Hörður, má bjóða þér upp í pontu. Svo vel. Já, góðan daginn. Það sem hentar mig kannski best við grófina það hvað ég get nálgast hana á eigin forsendum. Ég hef ekkert rosalega góða reynslu af geðheilbrigðiskerfinu, svona á flókna sögu, áfallað sögu. Ég bara hef mætt miklum hindrunum og mikið neyjum. Þannig að ég svona gafst upp á geðheilbrigðiskerfinu þangað til ég uppgötvaði grófina. Og fattaði það að minn svona bati bara í mínum eigin höndum. Það að gera hann á mínum eigin forsendum. Og ég get það í grófinni. Að ég get stundað hana eins mikið eða lítið ég vil. Get mætt þegar ég vil, farið þegar ég vil. Ég get verið eins virkur í starfinu og ég vil. Ég get komist í og var maður í stjórn á 3 mánuðum með að vera nægilega virkur í starfinu. Já, ætla ekki að hafa það lengur það. Takk fyrir orðið. Mér sýnist Siggi verið næstur. Siggi, þú til. Já, sælveriði, Sigurður Gísli Gunnlaugsson heiti ég. Já, reynsla mín á grófinni, kannski byrja því akkurat forsaga mín ég barðist við krabbamein þegar ég 11 ára, svo horfði ég á foreldra mína og ömmur deyja þeim viðbjóði. Faðir minn seinastur af þeim, hann deyr október 2014 og ég missi svo vitið. Já, afsakið þetta. Og já, ég kynnist grófinni svo 2015, það sem minn svona bataferli byrjar á minni geðheilsu.
Ég fer eftir að vera nauðungarvistaður inn á legudeild, eftir það fer ég upp á Sel, það sem iðjuþjálfi kynni mér fyrir Grófinni. Iðjuþjálfinn fer með mér og ég hitti það elsku Friðrik okkar hérna og annan strák sem ég þekkti. Og þessum dreng sem ég þekkti var til þess að ég fór að stunda Grófina meira. Eftir að hafa stundað Grófina 2015 og sumar 2016 þegar ég Grófinni, þá komst ég í sumarstarf, vann þar fullt sumar og eftir það komst ég hægt og rólega í nám. Ég kláraði það nám 2019 eða útskrifast sem vélstjóri. En 2019, á þeirri þá voru gerð mistök af hendi Apotex. Ég var komin á 300 milligrömm af Velbutrin, Retard. Staðan fór frá 250 milligrama töflur að þá var ég látið að hafa 300 milligrama glas og það stendur 2 töflur á dag. Þannig ég tók 2-faldan hámarksskammti í 2 vikur og endaði að fá flogakast. Lagðist inn á spítala í viku en þrátt fyrir það náði ég að klára samt vélstjóran. Og eftir það fór ég á vinnumarkaðinn. En það endist ekki lengi því að út af álagi heima, út af þessu áfalli að þá datt ég út af vinnumarkaði og þá var svo hentugt að ég gat komið bara beint í Grófina aftur og haldið áfram þessari vinnu. Bara farið svona aftur á svona núllpunkt og gat unnið mig upp aftur. Svo í því bataferli að þá fékk ég þá glóríu að ég þyrfti ekki á geðlyfjum að halda. Í samráði minn geðlækni að þá tröppuðu mig niður að lyfjunum og svo var ég lyfjalaus vorið 22. Og aftur í gegnum Grófina og þeirri vinnu sem ég stundaði að þá komst ég aftur hægt og rólega á vinnumarkaðinn, komst að var á samningi hjá Slippnum og vann þar, eins og segir, 22 út 23. En svo eftir að klára vélvirkjan og vinna þar út samningi minn, þá sagði ég upp störfum þar, færði mig yfir á annað fyrirtæki sem ég var ekki sáttur með, sagði þar upp 2. jan 2024, en þá var bara aðeins svo mikið búið að gerast, fór líka á erfiðu sambandi 23 og lenti í fleiri áföllum og ekki verið á lyfjum eftir það og það voru mistök því að ég lendi í öðru geðrofi. Þarna janúar 24 og ég núna bara aftur komin á þennan sama stað, byrja upp á nýtt, kem í Grófina og maður heldur að fór að bata fyrir sinn þar, eykur virknina hægt og rólega, stunda fundi, hef orkun og þetta koma upp, tala við ykkur, segja ykkur mína sögu og það þökk Grófinni að duglegur virkja hana og þetta vinnan mín. Ég kem í Grófina til þess að halda rútínu sem skiptir mér miklu máli og það ákveðið að hafa Grófina sem þannig stað að geta stundað þetta markvisst en á sama tíma hafa þetta frelsi. Það ekki þetta engin pressa. Til dæmis eins og rólega herbyggi það sem við getum fengið að púsla, ég stunda það mjög mikið og svo bara fer ég í hópastarfi þegar ég treysti mig til. Og það skiptir mér miklu máli og Grófin hefur okkur leikið þannig mjög stóran part að ég hef náð þessum bataferlum. Alveg eins og fagfólk að þá skiptir mér þetta jafn miklu máli og þið. En já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir mig. María, má bjóða þér segja nokkur orð? Það vissu þess að glæra það. Já, ég glærulaus en ekki glórulaus. Þannig að við getum bara leitt Sigga að hanga inni. Ég heiti semst María og Akureyringur. Brottflutt, nýflutt aftur tilbaka og búin að vera núna í virk eftir veikindaleyfi, komin út úr virk og byrjuð að vinna. Þannig að þetta ferli bara svona rúlar. Þetta sem sagt, til að setja svona baksöguna hjá mér, eins og Siggi gerði. Þá sem sagt ég búin að vera með þunglindi, kvíða og
svona ýmsa erfiðleika í gegnum ævina og hef alltaf unnið mjög mikið í minni eigin geðheilsu, stunda geðrækt, farið til sálfræðings þegar ég efnaði og í gegnum virk og fleiri þannig tækifæri. Ég fór í veikindaleyfi í lok ársins 2023 sem þýðir það að ég var ekki á vinnumarkaði og var bara svolítið að leita að úrræðum. Var í virk í Reykjavík, var þar með alls konar hópa og stuðning og svo flutti ég norður og var þá svolítið svona dottin út úr því. Var svona að byrja aftur hérna þegar ég var að labba eftir göngugötunni hérna niður í bæ og sá skilti sem að stóð á Grófin geðrækt. Aldrei heyrt þetta áður. Þannig að ég náttúrulega bara fer heim, tek upp símann og hringi og seinnipartinn ég komin í nýlega viðtal hérna hjá Helga. Og þannig byrjaði ég í Grófinni, bara fyrir hálfu ári síðan. Og eins og ég segi, þá var ég búin að vera í virk en var svolítið svona þarna í þessu millibilsástandi og vantaði eitthvað til að gera til þess að halda virkni, halda áfram endurhæfingu, þá mæti ég í Grófina. Notaði þetta svolítið sem svona test til þess að finna, hvað get ég gert mikið, hvað get ég verið marga klukkutíma á dag úti á meðal fólks áður en að bara þreytan hellist yfir. Af því eftir að maður búin að vera að vinnumarkaði í einhver tíma, þá náttúrulega tapar maður niður svona svolítið orkunni. Og þetta það sem að Grófin gerði fyrir mig, var bara svona eitthvað sem ég gæti gert sjálfstætt, þurfti ekki að fara á biðlista í 6 mánuði, sem að ég hef gert oft. Og þar inni byrjaði ég að taka þátt í hópastarfi og hérna dæmi hópastarfi sem ég í. Það til dæmis konuhópurinn Gyðjur. Og ég var náttúrulega ekki þáttakandi þegar þetta var stofnað, en eins og stendur hérna þá þetta stofnað 2021 með það markmið að konur kynnist, fræðist og deili reynslu og meðal annars kvenlæg málefni, þetta svona kvennahópur og hafi gaman saman. Og þetta bara mjög skemmtilegt. Við höfum verið að taka hittingar þar sem við erum bara að spjalla, bara svolítið svona kaffihittingur með vinkonunum. Við höfum verið að fara á Bláu könnuna eða sitja át í sólinni og einn daginn þá tókum við upp á því að vera með svona gæludýra þema. Ég kom með hundinn minn og önnur kom með köttinn sinn og við það ótrúlega vel. Þau voru bara mjög góð saman, sko. Eins og gott dæmi svona hvernig starfið í Grófinni að það eru mjög ólíkt fólk þarna og kannski fólk sem kannski nuta hvort annað, en það samt skemmtilegt og gengur vel. Þannig að þessi hópur svona eins og svona léttari á nótunum. En það eitt af mikilvægast sem maður getur gert í því að viðhalda geðrækt og það að tala við einhvern annan sem að hefur upplifað eitthvað svipað. Geta hist og spjallað. Og þó það sé ekki bara að spjalla eitthvað allt annað en vita það að það fólk þarna sem að hefur sömu reynsluna eða svipaða reynslu. Og svo hinn hópurinn, það geðræktin og þetta hluti af svona því sem að ég fekk að taka þátt í sem hluti af því að vera með meiri virkni og gera meira og prófa að taka verkefni. Það var að taka þátt í með Helga að leiða þennan geðræktarhóp núna síðastliðna 2 mánuði og eins og stendur þarna, við erum á mismunandi staði í bataferlinu, annars vegar, það pása hérna fyrir ekki, Gallega glemt, taka úr nei, þetta samt, taka úr að skipti sér saman. Autoplay á þessu öll saman, sko. Þannig að við erum að sikra stað. Ég í þessu endurhæfingarferli í samvinnu við ráðgjafa. Ég bara með félagsráðgjafa við bæjarins sem heldur utan mitt mál og meðan ég að klára endurhæfinguna og komast inn yfir vinnumarkað. Og starfið móttak með þáttakendum sem að mér finnst þetta að vera gott dæmi. Ég kem bara í geðrækt af því að ég bara ég vil stunda geðrækt. Hvað geðrækt? Það að halda góðum dampi, líða vel yfir daginn. Og þemað var svona til út frá þessum pælingum hjá mér, hvað geðrækt og hvernig getum við nýtt hana í bataferli. Og það svolítið stór spurning og Helgi var með mér í þessu og við
fengum þessa hugmynd að skoða geðorðin 10 og tengja þau við geðrækt. En í hverjum tíma eða hverjum fundi þá notum við eitt geðorð og þannig er til dæmis smá mynd af einu þar sem að við sem sagt skrifum bara upp geðorðið og svo bara fá allir að koma með hugmyndir hvað við getum gert til þess að í rauninni vinna út frá þessu geðorði í geðrækt. Og hann er til dæmis hlúð af því sem þykir vænt og það eru 2 dæmi þarna. Og hugmyndin er sem sagt að hver og eitt okkar hanni geðræktarplan, bara svona eins og líkamsræktarplan. Og þannig dæmi mjög ólíka hópa og sem að mér finnst báðir hjálpa mér mjög mikið og skipta mjög miklu máli. Takk fyrir. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þetta er nú ekki mikilvæg glæra hérna með stöðugildin, en ég ætla kannski aðeins að fá að vera smá beinskeyttur hérna í lokin. Það er náttúrulega kannski eitt sem ég vil koma til skila í dag, fyrir hvaða hóp er Gróin og við höfum stundum fengið til okkar hóp sem er að leitast eftir annars vegar bara einhver athvarfi eða svona félagsmiðstöð en ekki kannski verið þannig statt að það geta hreinlega nýtt sér hópastarf og þá er fólk kannski komið á vitlausum forsendum, hefur kannski verið vísað til okkar á vitlausum forsendum, þannig að svo ég segja bara hreint út, í Gróinni starfar engin þroskaþjálfi, við getum ekki veitt stöðugan stuðning fyrir fólk til dæmis sem er mikið, sem er að glíma við einhverjar skerðingar. Við getum ekki veitt stuðning inn í hópa, þannig að það er svolítið rauði þráðurinn í Gróinni að við þurfum að hafa svona eitthvað smá sjálfstæði og geta unnið sjálfstætt eins og að gera sitt eigið persónulega geðræktarplan út frá sínum eigin forsendum krefst þess náttúrulega að vera tilbúin í svolítið svona, hvað maður segja, svona sjálfstæð vinnubrögð. Nú auðvitað komum við inn á mismunandi forsendum og mismunandi stað í bataferlinu og það er alveg mjög gott dæmi frekar nýlegt að einstaklingur kemur til okkar og til að byrja með þá er hann bara að mæta. Hann er ekki að taka þátt, hann bara kemur og hann situr og drekkur kannski kaffi, nýtir sér hvíldarherbergið en hann, svo þessi einstaklingur sem ég hef í huga, hann fór að mæta bara daglega, stundum oftar eins og dag og þó að það veri ekkert nema bara þetta til að byrja með, þá fór maður að sjá alveg gífurlega framfarir. Viðkomandi fór að verða meira svona félagslyndur, hann fór að tala meira við fólkið og treysta sig meira og fyrir rest að pröfa hópastarf. En það er alveg frábært. En eini fagaðilinn okkar er sem sagt iðjuþjálfamenntaður og hún, Pálína sem ég er að ræða, hún er framkvæmdastjórinn okkar og getur lítið sinnt því hlutverki að vera iðjuþjálfi því miður. Þetta er aðeins úrelt þarna að Pálína Halldórsdóttir hefur undanfarið verið í lægra starfshlutfalli en starfshlutföllin er nú ekki kannski það mikilvægasta og mætingana heldur ekki. Ég ætla kannski að hafa bara smá tíma til þess að taka á móti spurningum ef þið hafið einhverjar, þannig að ég sé annars bara takk fyrir mig. Já, ég get, já, já, við sem sagt vorum til að byrja með bara á kostnað Geðvísindafélags Akureyrar og svo með árunum fóru að koma inn styrkir og í dag erum við með samning við ríkið og við Akureyrarbæ og Friðrik kannski betur svara þessa spurningu. Og síðan það
nýlega komin pínlítið styrkur frá Akureyrarbæ. Og svo erum við með bakhjalla eins og Vatnskanóan og alls keið svona lítil framlög på. Ég hugsa að þetta sé svona 20% af svona félögum og einstaklingum sem að þetta fjármagna, en 80% þessi stóru samningar við Vinnumálastofnun, Félagsmálaráðuneytið og Akureyrarbæ. Það er líka gaman að bæta við að hann bara fyrir, það var þar síðustu helgi, þá var hann bara hringt í okkur með mjög litlum fyrirvara og við fengum 500.000 króna styrk frá Rafiðnaðarsambandi Íslands, þannig að þetta kemur nú frá ýmsum áttum og líka eftir hugmyndina frá Sigurði Gísla, þá fórum við af stað með fjáröflunarverkefni sem heitir Lausa skrúfan og við hyggjumst halda því áfram á hverju hafa árlegan viðburð þar sem við reynum að selja fólki lausa skrúfu í boxi, mjög táknrænt fyrir okkur og það er bara enn eitt dæmið hvernig við reynum að fjármagna gróðuna. Áskorunum í þessu jafningjastarfi. Verðum að aðeins jafnari minnir, ég er hægt á því, hver er helstu áskorunum í þessu? Já, það er alveg góð spurning því að ég verð bara viðurkenna það að stundum hefur fólki fundist vera einhver smá aðskilnaður milli þeirra sem eru á vinnusamningum eða eru launaðir og þeirra sem eru það ekki. Og það er bara eilíð að vinna að reyna að brúa bilið eða eyða því að allir upplifi sig jafnir, en til að mynda er mjög gott þegar að þátttakendur treysta sér til þess að leiða hópastarf og þá ertu svolítið búin að jafna grundvöllinn og þeir sem eru á launum að gera sitt allra besta til þess að stunda líka hópana og ég stunda mikið hópastarfi hvort sem ég er hópstjóri eða ekki. En jú, það er ofta áskorunir hvað þetta varðar og kannski vil leiðbanda við. Þetta er í huga að nefna að þegar við byrjuðum þá var þetta að tala jafningja nálgun og þá var þetta að tala til dæmis að fagfólk og notendur væru í jafning. Það segja að fagfólk hefur þekkingu og reynslu en notendurinn hefur líka reynslu og að ef við nýtum reynslu notandans við ekki að leiða að bestu niðurstöðu. Þannig að þetta er svona, þetta er svo aftur nýlega þá höfum við vorum á IPS jafningjanámskeið, það er intentional peer support. Það er okkur sem erum að vinna eða höfum farið á þetta námskeið, þá er okkur ætlað að mæta fólki þar sem fólk er stað og ekki að vera þroskaþjálfar, ekki að leysa málin fyrir fólk, heldur að leysa málin með fólk. Það er einhvern veginn svona, þetta er ekki eitthvað eitt, en þetta er svona pínu flókið en það þjálfar. Hvað er núnt lengi hjá ykkur? Er bara allur gangur af því, koma sumir eitt missir og sumir búin að vera að saman? Og koma og fara kannski eins og þú til byrjun? Já, það er þannig bara eins og segir allur gangur á því og við erum ekki kannski að fylgjast beint með því hvað hver er lengi og oft koma tímabil þar sem að fólk fer í eitthvað annað og kemur svo aftur jafnvel árum seinna. Nei, við höfum sem sagt gestabók, þannig vitum við fjölda þátttakenda á dag eða gesta og við erum ekki að halda þeim upplýsingum eitthvað nákvæmlega hver er að mæta. Við teljum rauninni bara fjöldan og hversu mörg mismunandi nöfn til þess að vita bara þessa tölfræði svo við getum sýnt fram á að gróin er vel nýtt og við viljum alltaf gera betur og erfiðasta er að ná til þeirra sem eru einangraðir heima við, að koma þeim út úr hús og til okkar. Það er kannski stærsti hjallinn.
Já, endilega. Heim fyrir fólki sem komast undir gróðanum. Að vita bakgrunninn, þannig að þú spilið ekkert heiminn að hafa ef fólk veit og næri þessu teppi. Er ekki svona þannig? Jú, þetta veitir okkur öryggi og líka bara svona að fólk samsama sig og sér fyrirmyndir í okkur sem erum búin að vera að vinna í okkur sjálfum. Já, ég nefndi það ekki í byrjun, en hefði kannski átt að gera það. Ég kynnti þess að gróinni fyrst snemma 2014 held ég og var það bara verulega veikur og var þáttakandi tíma og svo í þunglyndislotunni þá detti ég út úr starfinu og tek lítinn þátt næstu, já, kannski 8-9 árin þegar ég kem svo inn í geðfræðsluteymið eftir búin að ná heilmiklu bata og í kannski kjölfarið af því fæ koma inn á vinnusamningi og núna í 70% starfi. Reyndar á leiðinni í fæðingarorlof, en það annar mál. Sko, ég var að byrja með fallfestu þar sem að ég fundið gífurlega mikið svona, það var svo mikið bil á milli fagmannsins og notendans. Og þá fekk ég nú að beita að koma inn og vera með sem að verða eins og búin á milli. Og það finnst mér gífurlega mikið. Ég finna líka bara eins og með grófinu þegar ég fór sjálf að stunda grófina, en þú skítrættu við sekra, ég var bara undi í veikinu þar. Það komur rosalega mikið á óvart þessu, þú voru bara einhægt, hvað sem þú veist að launaskrá ekki. Að því oft, og ég finn líka bara svo okkur, þú veist, að þetta bíl á milli, að eins og upp í okkur leið og einstaklingar aftur sig á því hverju í rauninni, ég starfsmaður á launum, það fór eins og með Friðrik í gegnum IPS, jafningjastuðningin, það breytist allt í samskiptum, þú veist, það að ná þessu djúpa samtali. Í rauninni fyrstu 6 árum þá var bara einn starfsmaður sem valdís og við vorum nokkur sem voru bara sjálfboðaliðar og það var alveg að virka en síðan sem að með því að þessi sem að ganga daglega vaktir séu í vinnusambandi við fyrirtækið að það tryggir ákveðin stöðuleika. Þannig að það hefur þróast þannig að eftir að við einlega uppgötvum þessa vinnusamninga sem að Vinnumálastofnun gerir, þá höfum við getað tryggt okkur meiri stöðuleika og það minnkar það álagið á framkvæmdastjórann og þannig að þetta er svona búin að vera jákvæð þróun. Sko. En eitt sem ég langaði til að nefna við ykkur samt að þegar við byrjuðum að þá var hugarafl í Reykjavík, það var svona, við sóttum það sem aðalfyrirmynd. Og þau eru með svona valdeflingar efni sem að er svolítið pólitískt, eða svona svolítið, þau eru alltaf mikið að með svona hotinn síðu heilbrigðiskerfisins og vilja, eru með stóra hugmyndir í sambandi við það. Svo eru við þetta á Akureyri og við þurfum svolítið að vera fyrir sunnanir líka til hlutverkasetur og hergjahjálp þannig að við þurfum svolítið að vera landsbyggðarútgáfan af þessu öllu. Og ég held að það hefur orðið til góðs vegna þess að við höfum séð að það er miklu vænlegra að vera í góðu samstarfi við heilbrigðiskerfið og alla hina aðra með brandsfæðum. Þannig að allir séu að prófa í svona ást. Frekar heldur en að fara að benda fingur sko. Og við erum svona heldig að njóta þess til dæmis að Oddfellow sem nú svona dálítið mikilvægt afl í samfélaginu okkar, þó kannski hafa ekki tátt það, að þeir eru búin að tryggja okkur út með því. Þannig að þeir koma og sjá hvað þeir eru að gera
og þeim finnst það gott. Og ég veit alveg að þau voru búin að gera rýni á okkur áður en að tóka þessi ákvörðun, sko. En við erum að flytja sér fljótlega út í Glerárgötu, þess að þau eru búin að byggja okkur, þau keyptu bara húsnæði fyrir okkur og Krabbameinsfélagið. Þannig að þeir ákváðu að við fengjum að njóta góðs af því og okkur finnst að vera svolítið svona tröss yfir í sig. Já. Þá bara til hamingju með þetta, erum bara mestu forsvarsskriðlösning þetta, það er annað tíma og takk hérlega fyrir að koma og segja þetta. Takk fyrir.